Góðan dag og verið velkomin á þennan 54. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Og ég ætla að byrja á að fara yfir mætingu og þessi mættir Eggert Valur sem hér stendur, Margrét Harpa, Þórunn Dís og Viðar Már og við erum fulltrúar álista, Björk Grétarsdóttir, Eydís Indriðadóttir og Ingvar Pétur sem eru fulltrúar D-lista. Einnig situr fundi Jón Valgeirsson, sveitarstjóri og Ösp Viðarsdóttir sem sér útsendinguna. Ég ætla þá að kalla eftir því hvort það einhverjar athugasemdir við útsend fundaboð. Svo ekki. Þá ætla ég óska eftir því við fundina að við dagskrána myndi bætast eitt mál sem fundagerð framkvæmd og eignarnefndar frá því í gær. Og við munum taka þá, ef að fólk sammála því, taka þá fundagerð hér í lok dagskránarinnar. Sem geta samþykkt það, við ekki að merki. Það samþykkt. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður hefðbundin, það samantekt sveitarstjórið oddvita Jón Valgeirsson gjör svo vel. Já, góðan daginn. Svona, það sem að kannski þetta innbra á hérna á milli funda að það er svona verið að stúsast í ýmsu, en það var haldinn að góðu stöðufundi með sveitarfélögunum í Rangárvallasýslu með HSU, eins og við höfum verið að gera með reglum hætti, sem held ég bara mjög góð regla og með sér búið til fundar aftur í haust. Það sem við verið að fara yfir svona hvernig staðan á mönnun og læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki í Rangárþingi, á heilsugæslustöðunum okkar, og við erum svona komin í mun betri mál og þetta svona allavega orðið þannig að þetta sé nú orðið fullnægjandi held ég fyrir okkur í bili allavega. Nú það var líka haldið fundur með fullur sveitarstjórnar með framkvæmdastjóra og starfsfólki Veitna, góðar upplýsingar og umræður það sem í gangi hjá okkur, en það ljóst að það krefjandi hjá þeim að afla heits vatns. Þeir eru búin að vera að gera ákveðnar tilraunir undanfarið sem hafa gengið svona misvel og fleiri í pípunum hjá þeim, en til þess að mæta þessu uppbyggingu sem hérna hjá okkur, sérstaklega í stóru þéttbýlunum tveimur, að þá þurfum við meira heitt vatn. Nú varðandi vatn, þá satt ég líka félagsfund veiðifélags Rangæinga sem hafa verið svona að reyna að endurvekja þau reglífa samtök fyrir veiðifélögin eða veiðideildirnar hérna í Rangárvallasýslu í ánum okkar. Við erum svolítið stórveldi í veiði og laxveiði sérstaklega og það ákveðin þörf og rök fyrir því að þetta sé endurvekja svona til þess að verja okkar hagsmuni. Nú varðandi svona annað þá og svona kannski aðeins framtíðina að mínum mati að ég var svona raka aðeins nefið inn á gervigreindarnámskeið sem svona var hjá Lagaveita sem svona tengt svona lögfræðilegum gervigreindarlausnum og við höfum verið að skoða hérna svolítið á skrifstofunni svona og við höfum verið að senda fólk á námskeið í gervigreind og þetta alveg ljóst að þetta eitthvað sem tæki sem að við getum nýtt okkur klálega, en það þannig ákveðin þörf að sveitarfélögin og sveitarfélagið finni svona ákveðna lausni hvernig við svona vinnum þetta með starfsfólk okkar, hvað aðgangur eru notaður og stýringar og svo framvegis. Þannig að við þurfum að fylgja svolítið eftir þessari þróun líka. Nú, það var haldið góðu fundur með formönnum íþróttafélagana styrkjamál og fleira og allt rætt þarna með himins og jarðar. Mikilvægt að halda þessu samtali gangandi og það eiginlega verður seint sagt að það sé ekki nauðsynlega að hittast og fara aðeins yfir málin. Það kemur ýmislegt gagnlegt upp úr því. Nú, ég var líka á fundi gerð nýsköpunarstefnu fyrir Suðurland og þar verið að leggja drög á nýsköpunarhátíð sem haldin í haust, sem þá varðandi þá bæði sveitarfélögin og atvinnulífi sem myndi taka þátt í því, hugmynd sem hefur verið að taka svolítið að Vestfjörðunum líka, sem hefur verið að heimfæra hérna á Suðurlandið. Nú síðan var það ungmennaþingi sem var haldið hérna daginn, velhefnað þing, frábær mæting, gaman hitta krakkan og aðeins svona segja þeim hvernig svona kerfin okkar virka og hlutverk þeirra í því. Þannig að ég er mjög ánægður með núna hvernig svona ungmennaráðið og ungmennaþingið og svona þetta allt saman komið svolítið í vinnslu hjá okkur. Nú, síðan vorum við beðnir það, ég og Birgir Svíkibjörnsfulltrúi af Landbúnaðarháskólanum að halda svona erindi eða kynningu eða fyrirlestur eða hvað sem við eigum að kalla þetta fyrir nemendur í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólans, þar sem við vorum að fara yfir svona sveitarfélagið og skipulagsmál
og Ásarhreppu líka sem sagt. Þetta er svolítið hérna svona Þjórsártúnasvæðið og hérna niðri í byggð. Þetta var bara mjög gaman að taka þátt í þessu og greinilegt að við erum vekja athygli hérna fyrir ýmislegt sem við erum að gera í sambandi við skipulagsmál, þetta margt undir. Nú varðið svona forvitni fólks, þá tókum við líka hérna á móti fulltrúum Mýrdalshrepps hérna, það sem það var að vera að skoða nýbygginguna við grunnskólan hjá okkur. Þeir eru að skoða stækkanir hjá sér og hafa verið svona í þarfagreiningu og það er svolítið gaman að segja frá því að það er svona flest það sem að þeir eru að pæla voru við líka að pæla og svo framvegis, þannig að menn gátu svona að spegla sig með þessi uppsetningu á skólabyggingum. Nú síðan er það kannski það sem að hefur verið bara og farið bara mjög mikið tími í og er bara alls ekki búið, það er náttúrulega í kringum þessi virkjunarmál. Við vorum að funda hérna út af uppsetningu vinnubúða við Hvassvirkjun og útboðsferli út af því. Nú framkvæmdaleyfið er komið eins og þið vitið og það er svona líka banka á dyrnar hjá okkur mörg byggingaleyfismál í tengslu við þetta, þess að þau vera að fara yfir og stilla og slípa. Og þessu tengt að sömu leyti þá hafa farið hérna ansi margir fundir í raun og veru sko að fara yfir frumvarpsdrög vegna áforma breytingar á skattlagningu orkumannvirkja sem var skilað umsögn okkar inn í samráðsgátt núna á föstudaginn, af því það var síðasti dagurinn, sem hefur verið að vinna með hérna sérstaklega Ásabíkonum og svo er bara hérna þá öðrum sveitafélögum, Samtök orkusveitafélaga og Samtök íslenskra sveitafélaga og þetta er bara mikið og stórt mál fyrir okkur og orkusveitafélagin og landsbyggðina og að þessar breytingar gangi eftir. En það er greinlega samt sem áður með við umsagnir annar aðila að það eru ýmsar áskorun í þessu líka. Nú síðan rak ég nefið inn á ársfund Landsvirkjunar, satt hann í fjarfundi að vísu. En það er sama, það er ýmislegt sem að kemur sem sagt gagnlegt út úr þeirra umræðu, þannig að það er mikil plön hjá þeim og þeirra plön byggjast mikið á því sem að er að gerast hjá okkur, hérna á Suðurlandi, bæði þá hjá Langvík Ytri og Ásarhreppi, þau áfram og þau tengjast náttúrulega líka svolítið þessum breytingum sem við viljum sjá að fara í gegn varðandi skattlagningu orkumannvirkja. Nú síðan var fundur í bakhópi SÍS úrgangsmál og ég er búinn að tengja þetta framkvæmdastjóra Svartstaða Rangárvallasýslu inn í þennan hóp líka, þannig hann er orðið fulltrúi í þessu sem ég held að sé sniðugt, þannig að hann geti sett sig inn í þau mál. Það sem við verðum að fara ákveðnar lausnir og þessi fundur var nefnilega það hvað gerðist ef að heilbrigðiseftirlitið hætti að hafa umsjón með eða eitthvað ábyrgð á fjarlæga svona bílhræði og fleira á lóðum, þannig að það verkefni myndi þá færist á sveitarfélögin, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að hafa svona augun á. Nú síðan er kannski svona gaman að reka nefið inn í svona félagskap sem að hefur svona ákveðna plön hérna á svæðinu og ég voru á fundi með Njálufélaginu og öðrum sveitarfélögum í Rangárvallasýslu þar sem að félagið og aðalsbreytan Guðni Ágústsson var að fara yfir sín áform og svona bæði til skemmri og lengri tíma því að það er svo sem greinilega viljið til að halda þessu gangandi og það er svona verið að reyna að leggja línur að því að séum eitthvað síðan og síðan séum við að taka eitthvað inn á hátíðarnar okkar, töðugjöldin og kjötsúpuna. Þess að svona að gera aðeins úr þessu, þannig að sjá hvernig það gangi ekki eftir. Nú síðan var fundur hérna með Oddafélaginu og fullum sveitafélaginu í Rangárvallasýslunni þar sem var verið að skoða aðeins hvernig við getum unnið áfram með Odda og mögulega setja upp sjálfseignarstofnun sem myndi heita Sæmundarstofa og Oddafélagið er búin að vinna aðeins með ráðuneytinu þetta og það eru vonir að þetta sé kannski að búa til eitthvað gott bandalag sem að þarna ríki og sveitafélög getur gert þess að svona byggja þennan stað enn frekar upp og gera hann enn stærri segli á okkar svæði. Nú og svo að lokum þá skellti ég mér á leiksýningu upp í Laugalandsskóla á Kardimónubæinn og það var nú bara hellinni stykki, þetta var búið til heilt þorp og mikið og stórt verk og það var hrósa nemendum og starfsfólki fyrir að standa svoleiðis viðburði. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Þá fyrir við í lið 2 sem er auka aðalfundur sorpstöðvarinnar. Það er breyting á samþykktum og við erum með það hér til í seinni umræðu og hérna ég ætla ekki vorið laust ef þessi geta samþykkt þessar breytingar á samþyktum svo svissalega merki.
Það er samþykkt. Þá er liður 3 sem er samstarfssamningur við KFR, það er viðauki vegna gervigrasvallar sem er hér til afgreiðslu. Hann gildir út árið 27 og tekur þarna á nokkrum atriðum varðandi umhirðu og annað kringum völlinn. Einhverju sem vilja, gerðu svo vel. Já, oddviti, þessi viðaukasamningur bara margt mjög góður. Bara ein spurning, það er hann í lið 1-2, það sem að tala um varamannaskýri í samstarfi við KFR, bara hvað þetta þýðir, KFR að fara útvega efni og við vinnu eða hvernig sjá menn þetta samstarf? Ég hefði talið að væri svona ekkert óeðlilegt við að þetta allavega að kosta einhverju leiti að KFR, ekki síst í ljósi þess að félagið að hafa ágætis tekjur af úr samningnum, en allavega vildi fá kannski skýrt hvað þetta þýddi. Takk fyrir það, Ingvar. Það hefur nú ekki verið rætt annað í þessu en að sveitarfélagið kaupa þessi varamannaskýli og þó í samráði við KFR. Það er svo sem ekki farin eitt djúp umræða fram það og ég veit að Tómas var komið með var að skoða þetta, en það er ekkert, við erum ekki komið með neinn verðið en eitt slíkt. Ég held að við erum svona aðeins kannski setjast niður þegar við áttum okkur á hver kostnaðurinn við þetta. En það hefur allavega stuttasvarið að það hefur ekki verið annað í gangi en að sveitarfélagið leggja þetta til. Og þá í sem sagt útfærslanir í samráði við KFR. Það er kannski eitt í þessu samning, þessu viðauka að eins og við sjáum þarna, það gert ráð fyrir því að KFR geti selt nafnið á vellinum sem fjáröflun fyrir sína starfsemi og gott og vel með það allt saman, en þið takir líka eftir því að það þetta háð samþykki byggðarráðs hvernig þeir samningar lít út. Þannig að það má segja að það sé svona, já, við getum kallað öryggisventil bara, en það er svona, þannig að þetta allt gert í góðri sátt og samvinnu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætlum ég byrja að viðauka upp þess að geta samþykkt tannvísal að gefa merki. Það er samþykkt. Samhljóða. Þá erum við í lið 4 sem eru fyrirspurnir frá fulltrúum D-lista og það eru hér 9 fyrirspurnir og ég ætla að gera tillögu minni að ég gera ráð fyrir því að þið viljið fylgja þessu hlaði, að við tökum þær bara allar í einu og ég kem svo bara upp og eftir þér og með tillögu afgreiðslu á hverju einni. Í stað þess að vera að taka hverja fyrir sig og koma niður og upp aftur. Hafið á móti því að buna þeim bara öllum í einu? Gjörðu svo, Ingvar. Já, oddviti, þetta ekki allt hérna inni? Get ekki bara í staðan fyrir að opna skjölinn, ég get bara að skrolla bara hann upp. Já, oddviti, fyrsta, ertu með þetta að útprenta? Þá er ég kannski bara fljótar að skauta í gegnum þetta. Já, oddviti, fyrsta tillagan að hún snýrað málefnum fatlara. Það sem fulltrúar D-lista óska eftir því að sveitarstjóra verði falið að láta taka saman yfirlit yfir þær aðgerðir sem sveitarfélagi hefur ráðist í á kjörtímabilinu í þágu fatlara, svo sem aðgengismál og aðrar aðgerðir sem framkvæmdar hafa verið beint á sveitarfélaginu. Eins er óskað eftir upplýsingum hvort eitthvað hafi verið unnið á gögnum fyrir bergrisa varðandi húsnæðisþarfir fatlara einstaklinga í sveitarfélaginu, ekki síst í ljósi þess að sú vinna var ekki unnin í upphafi kjörtímabils sem leiddi meðal annars til þess að húsnæðisuppbygging í sýslunni fór annað. Og óskar eftir að gögnin verði lögð fyrir á næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar og síðan snýr næsta að úttekt á byggingastigi húsa. Því málið var frestað í haust þangað til í sumar minnir mig þangað til nýr byggingafulltrúi er í ráðandi starfa. Nú hefur hann verið við störfi nokkra mánuði og því er óskað eftir upplýsingum hvernig umrædd vinna gangi og hvenær megi búast við henni ljúki. Þriðja snýr að göngustígum og gangstéttum.
Í september 23 lagði D-listi fram tillögu varðandi göngustíga á bökkum Ytri Rangár og álistin lagði það fram breytingatillögu að einnig yrði farið í úttekt á gangstéttum í þorpinu og lagfæringum á þeim forgangsröðað og tillaga D-lista með breytingatillögu var samþykkt. Óskar eftir að lögð verið fram umrædd úttekt og að sveitarstjóra verið falið að leggja fram yfirlit yfir þær viðgerðir sem ráðist var í og upplýsingar og kostnað við umræddar lagfæringar sundurliða eftir árum 22-25. Og fulltrúar D-lista í 4. lagi óska eftir að sveitarstjóra verið falið að leggja fram yfirlit yfir alla lóðir í eigu sveitarfélagsins sem eru tilbúnar samkvæmt skipulagi en ekki hefur verið úthlutað. Og þá jafnframt óska eftir því að sveitarstjóra verið falið að leggja fram yfirlit yfir þær íbúðalóðir sem úthlutað hefur verið á yfirstandandi kjörtímabili, annars vegar lóðir sem eru enn á byggingastígi og hins vegar lóðir sem eru fullbyggðar. Og óskar eftir að yfirliti verið lögð fram á næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar og hér bæði verið að tala um lóðir sem búið er að auglýsa og eins lóðir sem eru tilbúnar en hafa þó ekki verið settar í auglýsingu. Og í 5. lagi þá hér óskað eftir því að sveitarstjóra verið falið að láta að taka saman eftirfarandi upplýsingar og leggja fyrir næsta reglubundna fund sveitarstjórnar. Þetta mál sem við höfum lagt fram áður og rauninni verið að óska eftir uppfærslu. Þróun starfsmannafjölda, brotin og deildir, annars vegar fjöldi starfa, hins vegar fjöldi stöðugilda árunum 2022-25 og hins vegar þróun starfsmannamála hjá Odda og ég sé að þarna prentvill að þetta á auðvitað að vera 22-25, við erum þegar komið með upplýsingar 22-24 og lagt til að félags sveitarstjóra kalli eftir þessum upplýsingum. Nei, það er til að í draugum bókum fyrirgefiði. 7. lagi fulltrúar D-lista óska eftir að sveitarstjóra verið falið að leggja fram upplýsingar styrkfé frá vegagerðinni og yfirstandandi kjörtímabili, hversu mikið fé fekk sveitarfélagi úthlutað ár hvert og hvernig var fénu ráðstafað og yfirliti komið öll verkefni fram á samt kostnaði við þau. Þessi gögn eru til, þau voru lögð fram í samgöngunefnd í haust en ekki birt með fundagerðinni, þannig við erum óska eftir því að þau verið bara hreinlega dregin fram og birt. Þetta náttúrulega opinbert fé og opinbera framkvæmdir, þannig að það væri bara gott að fá þetta upplýst og opinbert. Og síðan 7. lagi þar óskað eftir því að sveitarstjóra verið falið að leggja fram á næsta fundi sveitarstjórnar í apríl sundurliðun og aðkeyptri lögfræði þjónustu. Þetta líka mál sem hefur lagt fram áður og gögnin eru til fyrir utan árið 25, þannig að það verið óskað eftir að það verði uppfært fyrir síðasta ár. Og öðru leyti þetta samhljóða fyrirspurn koma síðasta ári þetta mál. Og í 8. lagi verið að óska eftir að sveitarstjóra verið falið að leggja fram yfirlit yfir verkefni persónuverndarfulltrúa síðasta ári, lagt verið mat á hverju sá samningur sem gerður var í desember 24 hefur skilað og upplýst verði hvað samningurinn kostaði árið 25. Og í 9. lagi að þá óskað eftir því að upplýst verði hvenær áætlað sé að annar áfangi skólahúsnæðis við grunnskólanum Hellu verið tilbúin til notkunar og hvenær áformað sé að taka húsnæðið í notkun. Og þetta var nú einhver leyti rætti á fundi eigna og framkvæmda eignanefndar í gær. Þá held ég þessi komin í gegnum þetta ótiti. Takk fyrir það Ingvar. Ég held að hljóta allir að hafa skilning á því að þessar fyrirspurnir auðvitað bárust bara fyrir fund, þannig að það er ekki nokkum leið að leggja fram svör við þeim núna á þessum fundi, en ég á von á því að við getum svarað þessu spurningum bara á næsta fundi sem eru miðan apríl eða ekki, 15. apríl held ég. Ég held að sé ástæða óska eftir því Já, ég segi það, ég sé ekki neitt í fyrirstöðu þó svo þetta það er náttúrulega vinna á fullu núna við gerð ársreikningis og slík vinna sem og mikið álag á skrifstofunni, en ég held að þetta er samt allt saman að hafast. Þannig að ef við förum í bara, tökum bara fyrstu spurninguna og þá er tillaga að félag sveitarstjóra kalla eftir þessum upplýsingum og það er líka með lið 2, með spurningu 2. Varðandi spurningu 3, varðandi göngustígana og þessa úttekt og allt þetta, að þar er tillaga að vísa þeirri fyrirspurn inn í framkvæmda og eignanefnd. Varðandi lið 4 að þar er tillaga að sveitarstjóri kalli eftir að leggja fram þessar upplýsingar sama með lið 5 og 6
og 7 og 8. Varðandi lið 9 að þá held ég að við getum svarað því bara hér á þessum fundi og ég ætla að gera tillögu minni að við bara kóperum afgreiðslu framkvæmd og eignarnefndar sem fór fram í gær og leggjum það til sem svar við fyrirspurn nummer 9. Ég held að sú bókun svari spurningunni. Getur svipað því yfir, Jón? En gjör svo Ingvar. Já, og þetta bara þakka almennt fyrir þessi viðbröð. Eina sem ég er að velta fyrir mér og kannski myndi vilja breyta það er varandi þriðju spurninguna. Nú ræddum við í gær á fundi nefndarinnar að hún væri mögulegt að koma saman aftur fyrir einhvern tímann í lok apríl. Ég myndi halda að þessi gögn væru til hjá forstöðumanni þjónustumiðstöðvar eða framkvæmdastjóra þar. Þannig að mér finnst betra að þetta er bara þá lagt fram fyrsta tækifæri frekar en að bíða ef að nefndin fundar ekki fyrir í apríl og mögulega ekki fyrir í maí, það hefur ekki verið tímasettur fundur. Þannig að það er svona eina sem ég myndi allavega vilja sjá eitthvað öðruvísi. Eða reynilega að fela sveitarstjóra bara að kalla eftir þeim og leggja þau þá fram bara þegar hvort sem það er á fundi sveitarstjórnar eða byggðar á, sko, það skiptir ekki öllu máli. Takk fyrir það. Ég tek fullt tillit við þessa og við breytum þessari afgreiðslu og sem sagt og óskum eftir því við sveitarstjóra að hann taki saman upplýsingar varðandi lið 3. Eru fleiri? Þá held ég að við bara þetta er ekki til afgreiðslu, þetta eru fyrirspurnir sem eru lagðar fram og þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu að vísa þessu svona áfram á næsta fund vinsamlega gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við lið 5 sem er samráðsgátt. Það er umsagnarbeiðni innviðaráðuneytis varðandi drög að frumvarpi til lag rýmiseignir og afnám undanþágu orkumannvirkja frá fasteignaskatti og eins og Jón kom nú stuttlega inn á áðan að þá sendum við frá okkur umsögn. Við þurftum að gera það í síðustu viku út af tímalínu en ég held að allir hafi verið búin að fá umsögnina til yfirlestar áður en hún fór til ráðuneytis. Hún er ekki ósvipuð umsögninni sem Ásarhreppur sendi en svona að smá blaðbreiðamunur á því. Gerðu svo, Ingvar. Já, og þetta er bara vangavelta, sko, nú er þessi umsókn farin inn og þetta er í samráðsgátt, það hafa borist á 50 umsókna ef ég er rétt upplýstur. Ég er að velta því fyrir mig hvort það gæti ekki verið ástæða fyrir því að fulltrúar sveitarfélagsins óska eftir fundi með innviðaráðherra til að fylgja þess aðeins eftir. Við erum auðvitað í ákveðinni sérstöðu eins og kemur fram í okkar umsókn varðandi þessa 3.7., 4.7. og ég myndi halda að sú sendinefnd ætti bara að vera þverpólitískt, ég ætla að býða mig fram til að fara með. Ég held að geta alveg verið full ástæða til að hitta ráðherra og aðeins bara fá að heyra ofan í hann hvernig hann sér þetta mál þróast, af því að það er auðvitað það sem er óásættanlegt í þessu er að það sé ekki tekin að einu leyti tillit til þessara 3.7., 4.7. og svo er þetta fleiri í okkur umsókn sem er full ástæða til að fylgja eftir. Takk fyrir það, Ingvar. Það er engin pólitík þannig í þessu, þetta náttúrulega erum við bara í þessu saman og gæta hagsmuna sveitarfélagsins og sjálfsögðu, þetta er velkomin á fundin með okkur, Ingvar. Jón, gerðu svo vel. Svona til upplýsingar þá í kjölfæri sem við skiluðum inn umsögnunni sem sagt inn á föstudaginn í síðustu viku. Þá voru þessi starfsmenn ráðuneytisins sem hafa verið að vinna í þessum málum hafðu samband við okkur
og það var haldinn tímsfundur á mánudaginn þar sem var farið yfir þessum tveimur sérfræðingum sem er að vinna í þá sem sagt þessu frumvarpsdrögum og þau báðu fund með okkur ársreikningunum og við fundum þá með þeim og lögmann eða slagfræðingi okkar hún Guðjóni sem var að vinna svolítið þessu umsjón fyrir okkur þar sem við fórum mjög ítarlega yfir þessar holtamannaaflagsreglur frá A til Ö þannig að ráðuneytið brást við og það var haldinn hérna þá fjarfundur og það sem við fórum mjög vel yfir öll þessi sjónarmið. Hvort að menn vilja halda annan fund með og óska fundi með ráðherra, það er síðan bara annar mál en ég vildi allavega koma að því á framfæri að við erum búin að fylgja þessari sérstöðu sveitarfélagana eftir og gera svona ákveðna tillögur breytingar eða svona hugmyndir inn í þetta er náttúrulega bara í samráðsgátt þannig að þetta er bara drög, þetta var að koma að drög á frumvarpi þannig að frumvarpinu sjálfu eða ekki frumvarpinu sjálft fram þannig að það sem var verið að leggja áherslu á sérstöðu holtamannaafréttar og hvort það var að útbúa þetta sem svona sér dæmi og skipta á tekjunum bara óháð þessu skerðingamörkum og svo framvegis þannig að þessi sjónum er komið fram inn í frumvarpsvinnuna en auðvitað var það ekki fundið með ráðherra. Takk Jón, ég ætla að leyfa mér að taka undir með Ingvari og hérna það er miklu áhrif á mér að hitta ráðherrann sjálfan og ég held að það væri bara jákvætt að við það myndi örugglega ekki skaða neitt. Þannig að ég veit svo sem ekki hvort við höfum eitthvað að bókum það en já, við getum bókað, ef við ekki bara bókum að við óskum eftir fundi með ráðherra. Það er bara hið besta mál. Eitt er að tala við embættismennina í ráðuneytunum og annað að tala við efsta lagið. Gott. Þá er liður 6 sem er til kynningar hjá okkur. Það eru varnir gegn snjóflóðum, skriðuföllum og slíku. Það er lagt fram til kynningar. Þá eru við lið 7 sem er byggðar á Rangárþings ytra. Þar er tekið út mál sem að varða samningum leigu á rekstri tjaldsvæðis og íþróttahús í Þykkabæ sumarið 26 og drög að leigusamning og byggðar á lagði til að sami verði við Helja Stey EHF leigu sumarið 2026 og sveitarstjóra á falið að ganga frá samningi. Vill ykkur tjá sig eitthvað þetta? Þessi geta staðfest þetta við leggja merki, það er staðfest svo erum við með þá fundagerð byggðaráðs að öðru leyti til umræðu. Þessi geta samþykkt hana við leggja merki, hún er samþykkt. Þá er liður 8 sem er fundagerð skipulags- og umferðarnefndar. Sem geta samþykkt hana vinsleggjamerki, hún er samþykkt. Þá er liður 10 og það er skipulags- og umferðarnefnd. Já, ég er að bera upp lið 9 líka. Sem geta samþykkt hana vinsleggjamerki, hún er samþykkt og þá er liður 10 sem er skipulags- og umferðarnefnd, 62. fundur. Það er heiðvangur, leiðrétting á lóðamörkum. Þessi nefndi gerir ekki athugasemdir við framlagða leiðréttingar og lóðamörkum og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það Efriströnd, það er umsókn byggingarheimild. Nefndi telur að áform umsækjanda sé í samræmi við stefnu aðalskipulagsins og varðandi landnotkun en þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag skuli byggingaformin grendarkynnt. Grendarkynningu skal senda til ábúðenda Kirkjubæ, nærliggjandi lóðarhafa, auk rekstraraðila golfvallarins. Ég er hérna í Efriströnd. Sem geta sagt þetta, það er samþykkt. Það var að meiri tunga, það er umsóknum byggingar heimild eða leyfi. Nefndi telur að áform umsækjanda sé í samræmi við stefnu aðalskipulagsins varðandi landnotkun
þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag skulu byggingaformin grendarkynnt. Grendarkynningu skal senda til lóðareiganda allra lóða í kring. Umsækjanda jafnframt bent á að svo virðist sem unnið hafi verið að gerð deiliskipulags fyrir svæðið á árinu 2006 en það hafi aldrei tekið gildi með formlegum hætti og því ekkert deiliskipulag í gildi. Það er samþykkt. Svo er það Oppugarður, það er Ægisíða 4, það er umsókn stöðuleyfi. Nefndin telur að áform umsækjanda þurfa að vera í fullu samræmi við gildandi deiliskipulag svæðisins. Unnið er að breytingum á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið og mælist nefndin til að staðsetning og skilgreining og umræddum geymslum verði færð inn í þá vinnu. Nefndin getur ekki fallist á stöðuleyfi verði að ræða og hafnar því erindinu. Það er samþykkt. Þá er það Stekkatún, það er áform stækkun ferðaþjónustusvæðis. Það nefndin ítrekar að þau skipulags áform sem kynnt hafa verið voru í formi forkynningar og voru eingöngu gerð þannig til að koma í veg fyrir óþarfan og íþyngjandi kostnað fyrir umsækjendur. Nefndin frestar afgreiðslu erindisins í ljósi fjölda innsendra athugasemda og felur skipulagsfulltrúa að kynna umsækjendum framkomnar athugasemdir áður en lengra er haldið. Það er samþykkt. Það er Kaldbakur, það er breyting á landnotkun. Nefndin samþykkir að unnið verði að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 þar sem ný lóð verði gerð af verslunar- og þjónustulóð í stað núverandi landbúnaðarnota. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem útleiga gistingar hefur verið rekin árabil á Kaldbak og breyting á landnotkun hafi engin áhrif á aðra en eigendur og sveitafélagið. Farið skuli því málsmeðferð í samræmi við 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga. Það er samþykkt. Svo er það Faxaflatir, það er breyting í aðalskipulagi, þar sem nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga og kynningin skal standa að minnsta kosti 2 vikur. Það er samþykkt. Það var að Sigöldustöð, það er mat og umhverfisáhrifum. Þetta er lagt fram til kynningar og skipulagsfulltrúa verði falið að undirbúa umsögn sem yrði lögð fram á næsta fundi. Það er samþykkt. Þá er það Norður Nýibær, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Þar sem nefndin hefur farið yfir umsagnar aðila. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Þá er það Norður Nýibær aftur, það er deiliskipulag íbúðabyggðar. Nefndin hefur fjallað framkomnar umsagnir. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytinga á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Þá er það Strönd. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytinga á fyrirhugaðri staðsetningu mastursins. Nefndin leggur til að staðsetning verði samþykkt og skilmálum fyrir mastri verði gerð skil í fyrirhuguðu deiliskipulagi fyrir svæðið. Það er samþykkt. Þá er það Hjartaland, breyting á deiliskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominna athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Það er samþykkt. Þá er það Öldur 3, breyting á deiliskipulagi. Nefndin leggur til að gerð verði breyting á gildandi deiliskipulagi fyrir Öldur 3, dagsett 7.11.2018. Nefndin telur að gera þurfi ráð fyrir alltaf 10 íbúða fjölbýlishúsum á 1 til 2 hæðum í stað einbýlishúsa norðan við Móöldu
og einnig við enda móöldu að sunnanverðu og við enda melöldu. Að breikka þurfi melöldu og móöldu að minnsta kosti 1 metra, að kjarralda, lyngalda, melalda og melalda verði gerðar að botngötum og að gert verði ráð fyrir parhúsum í stað einbýlishúsa við enda kjarröldu og melöldu. Jafnframt verði móaldan gerð í sama stíl og langalda með tillit til breiddar og mögulegra gangstétta beggja megin. Skipulagsfulltrúa verði falið að hefja vinnu við þessar breytingar sem fyrst. Geta samið það. Gerðu svo vel. Já, þetta hér er verið að leggja til nokkuð umfangsmikla breytingar á gildandi deiliskipulagi og mér langaði bara að ræða hér kannski nokkur atriði í sambandi við það og það er kannski svona í fyrsta lagi eins og var rætt á fundi hér þetta að þá var nefnt að lagnakerfið er ekki unni í samræmi við þetta, þannig að mér langaði aðtöku hvort að það hefði eitthvað heildar endurskipulagning farið fram eða hvernig það var hugsað og ég tel þetta það umfangsmikla breytingar að hvort það væri ekki tilefni til þess að fara í einhvers konar grenndarkynningu eða einhverja kynningu á þessu fyrir íbúa og jafnvel við erum nú á næstu missurum að fara að sjá fram að gamla hesthúsahverfið víki á okkar landi og þar er ekkert skipulag til, þannig að ég tel allavega að það væri hægt að hugsa það, að taka þetta í heild ef við erum að fara í þessar breytingar á deiliskipulagi, að hugsa þetta svæði allt saman í heild áður en við förum í eitthvað bútasaum sem þennan. Takk fyrir það. Ef ég aðeins bregst til þessu að þá sko er þessar breytingar komu ekki alveg dutt ekki alveg himnum ofan, þetta kom til, eða þessi vinna kemur til og þetta vegna þess að það voru verktakar sem að óskuðu eftir lóð undir fjölbýlishús og eins og við kannski vitum að þá er svona, eða ég allavega meta svo að það er svona ákveðin þörf fyrir svona minni íbúðir hérna hjá okkur sem að hugsanlega myndu uppfylla skilyrðum hlutdeildarlán og slíkt og við sem sagt, það var ekki, við vorum ekki með neina lóðir undir slík hús eins og verktakarnir voru að sækja undir lóðir. Þannig að það var kveikjan að þessari vinnu, að þessari breytingu. Þetta er niðurstaðan af þeirri vinnu. Varðandi lagnamálin að þá held ég að það sé leyst svona að mestu leyti, en ef að er áhugi fyrir því innan sveitarstjórnar að skoða þetta eitthvað nánar og þá hef ég ekkert á móti því, þetta er ekkert akút mál þannig lagað en ég held samt að þó svo að hesthúsahverfi sé víkjandi að þá er ekkert alveg komið að því að við getum farið að framkvæma þar mikið, þannig að ég held við verðum að vera samkeppnisfær við önnur sveitarfélög og geta boðið upp á fjölbýlishús og lóðir og þetta er allavega hugmynd og tillaga, það er ekki búið að vinna skipulagið ennþá og það er hægt að breyta því ennþá en þetta er allavega hugmynd nefndarinnar og það er búið að funda þetta utan formlegra funda skipulagsnefndar og þetta er niðurstaðan. En eru fleiri sem vilja gera spurningar? Já, og þetta eins og hefur verið komið inn á þá er þetta verulega mikil breyting. Þetta er rauninni 60 íbúðir samkvæmt teikningunni sem er að leggja til að bætast við. Það jafngildir svona álíka svona eins og 3 götum í þessu hverfi. Þetta er það bil 20 íbúðir hverju götu pluss mínus, þannig að þetta er auðvitað mikil breyting þarna. Ef að lagnakerfi ræður við það, þá er það gott eða við hægt að fara í einhverju lítilháttar breytingar, en ég tek undir með Björkum og ég held að það væri skynsamlegt allavega þá að fá bara nefndina til að fjalla það, hvort að það væri ekki ástæða til að taka allt þetta svæði þarna undir. Ég held að það tefji málið ekki stórkostlega, þetta er ekki að fara að klárast með við hvernig staðan er, þetta er upphafsreit fyrir einhver tíman eftir einhverja mánuði. Að
þó að framkvæmdir hefjist ekki á þessu svæði þar sem að hesthúsin standa á Hreppslandinu mögulega ekki bara fyrir eftir einhver ár, við veitum ekkert það, en það verður ákveðin kostur að vera búin að skoða hvernig nýtingin á þessu svæði getur verið, hvaða íbúðamagn hægt að byggja þarna upp, hvernig þetta getur litið út, skoða þetta í samhengi við veitukerfið, hvað fráveitan ræður við, hvernig þarf að tengja það inn, þannig að það þurfi ekki að fara aftur í einhverja breytingar mögulega síðar. Og ég held að væri bara til hagsbóta fyrir okkur þetta er verðmætt land, þetta er restin af landinu sem við eigum þarna og þessum hluta þorpsins og við reynum að sjá bara sem bestum hætti hvað við getum fengið út úr þessu landi. Mín skoðun er svo að svona tveggja hæða hús eigi best heima þarna upp við hólinn, það er bara mín skoðun. Gæti það leitt til þess að það þyrfti mögulega þá eitthvað færri svona tveggja hæða íbúðir þarna ef það var hægt að ná einhverju magni þar. Af því að við erum að horfa til langs tíma og það getur vel verið að þessi þörf fyrir 60 svona litlum íbúðum en mér er það til efsa það sé bráða þörf, ég held að 2-3 svona einingar myndu nú duga til að byrja með. Þannig ég held að við ættum að gera þetta á skynsemi og í svona aðeins hægari skrefum þó að við séum ekkert að fara að hægja á ferlinu því ég sé ekki fyrir mér að það tefji málin eitthvað stórkostlega þó að þetta land sem er undir þarna geymslusvæði og bing fyrir heimilissorp og gám og sem er allt á víkjandi hvort þið og þessi 8-10 hesthús eða hvað þau eru þarna sem er að fara og við vitum það og það er samningar þau öll að við reynum að sjá fyrir okkur hvernig heildarnýting á þessu svæði getur verið. Þannig við séum ekki alltaf að púsla saman einhverju hér og einhverju þar. Ég myndi allavega vilja fá umfjöllun í nefndin það. Nefndin hefur ekki fjallað það held ég. Og fá þetta þá bara aftur hérna inn á fundi í apríl þá var hægt að setja það ferli bara af stað í staðan fyrir að setja þetta ferli af stað að bíða þá aðeins og sjá hvort við getum ekki fengið meira út úr þessari vinnu. Takk fyrir þetta. Ég held að ef við förum þessa leið sem að Ingvar var að viðra hérna þá muni það tefja uppbyggingu þarna og ég veit að þessir verktakar sem voru að sækjast eftir því að fara að byggja þarna eða reisa þarna fjölbýlishús að þeir ætla sér að byrja helst í sumar eða setja part sumars. Þannig að ég tel að fyrir utan það að ég auðvitað bara treysti nefndinni 100% fyrir því að meta þetta rétt og þessi geta samþykkt gjör svo vel. Já, ágæti oddviti og fundarmenn innan nefndar hefur þetta alveg verið rætt að skipuleggja ný svæði en það er í skipulagslögum að það má ekki byrja að skipuleggja ný svæði fyrr en að X ákveðið er búið að byggja upp af núverandi skipulögum svæðum. Þannig að við erum með skipulögum svæði, þurfum að klára X mikið áður en við getum fara að búið til ný skipulög. Takk fyrir þetta. Þessi geta samþykkt þessi afgreiðslu skipulags og umferðarnefndar vissulega gefa merki. Það er samþykkt ykkur á móti. Það er óskað eftir fundarhlé. Við verðum við því.
Er eitthvað sem vilja taka til máls, gera svo leiðis? Já, oddviti fundamenn. Svona við erum að velta því fyrir okkur út frá 43. grein sem sagt skipulagslagana. Hvort að sveitarstjórn telji eða sem sagt meirihluti sveitarstjórnar telji að þarna sé óverulega breytingu eða að þeir telja hana hún sé það smávægilega að þurfi ekki að fara fram sem sagt gerð nýs deiliskipulags. En mér langar að benda á það sem sagt við mat á því hvort að breyting á deiliskipulagi teljist óveruleg að þá skal taka mið af því að hve miklu leyti til að hann víkur frá notkun, nýtingar hlutfalli sem að ég sé fyrir mér að sé töluvert mikil breyting, útliti og formi viðkomandi svæðis og sveitarstjórn skal senda skipulagsstofnun samþykkta deiliskipulagsbreytingur og birta auglýsinguna. Og ég held að við þurfum að sjá þetta mat fyrirliggjandi á því að hvaða leyti þessi breyting ekki talin sem sagt, á hvaða leyti hún talin óveruleg. Það þetta mat sem að við viljum að liggi fyrir og þá skriflega. En já, það eiginlega það. En að öðru leyti þá ætla ég ekki að bæta við það núna. Takk fyrir þetta. Þetta auðvitað breyting á deiliskipulagi. Hvort hún lítil eða mikil, verð ég nú bara að segja að ég treysti bara nefndinni og skipulagsfulltrúanum til þess að meta það, hvort að ræða óverulega breytingu. Nei, ég veit það. Ég var að segja, ég treysti skipulagsfulltrúanum og skipulagsnefndinni til þess að meta það, hvort að þetta óveruleg breyting, lítil breyting eða hverslags breyting á skipulaginu þetta Og svona kemur þessi tillaga frá nefndinni og ég ber fullt traust til nefndarinnar og skipulagsfulltrúans að afgreiða þetta rétt og ber þessa tillögu nefndarinnar bara upp. Þessi geta samþykkt hana við ekki að merki. Hún samþykkt, ykkur á móti. Á móti að sitja hjá? Ég sit hjá, en í bókum. Þið sitja hjá. Gjör svo lengur. Já, oddviti fulltrúar D-lista harma að fulltrúar álistans hafa ekki viljað taka stærri skref í skipulagi þessa svæðis. Á fundinum kom fram að flýta þyrfti málinu vegna þrýstings frá þriðja aðila að fá að byggja á svæðinu hús sem ekki samræmist núverandi skipulagi. Það eitt og sér alvarlegt ef skipulagsvald sveitarfélagsins ekki meira virði en svo. Aðrir stýri þar för en sveitarstjórnin. Þá telja fulltrúar D-lista hæpi að það standist að ekki megi ráðast í breytingar og skipulagi Hesthúsahverfisins fyrir en búið verið að byggja upp ákveðið hlutfall þegar skipulögðum svæðum. En þetta hefur sveitarfélagi nýverið lokið við skipulagsferli á Bjargshverfi sem innan þéttbýlisins. Jafnframt telja fulltrúar D-lista eðlilegt að næsta skrif í þessu ferli ætti að vera grenndarkynning með íbúðum. Loks telja fulltrúar D-lista eðlilegt að fyrirliggi skrifleg úttekt á því hvaða áhrif þessi uppbygging muni hafa á fráveitukerfið og ekki síst í því ljósi hefði verið eðlilegt að skoða byggingamagn og öllu umræddu svæði með tilliti til þess hvort og þá hvaða breytingar þurfa að gera á fráveitukerfinu svo það ráði við uppbyggingu til lengri tíma. Því lögðu fulltrúar D-lista til að málinu eru frestað og nefndin falið að fjalla ofangreind atriði áður en haldið áfram með málið. Ætlum að óska eftir örstuttu fundarhlið.
Þá höldum við áfram fundi og D-listi var búin að leggja fram bókun varðandi afgreiðsluna á þessu máli, það er búið að afgreiða málið en það er komið fram bókun frá D-lista og hér kemur bókun frá A-lista. Umrædda breytingar hafa fengið mikla umfjöllun í skipulags- og umferðarnefnd og vinnufundum með fagaðilum. Er að ræða tillögu að breyting á deiliskipulagi til að koma á móts við eftirspurn eftir fjölbreyttari búsetukostum og þess má geta fulltrúar D-listi skipulags- og umferðarnefnd hafa stutt þessi áform innan nefndarinnar. Hinn eiginlega deiliskipulagsvinna á eftir að fara fram og hugsanlegt að tillagan taki breytingum í því ferli, kalla verður eftir umsögnum þegar endanleg tillaga liggur fyrir og því ekki útilokað að breytingar verði á fyrirliggjandi áformum. Þá höldum við áfram og förum í lið sem heitir Rangárbanki 8, breyting á deiliskipulagi. Það sem nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og athugasemdir. Nefndin telur að gera verði frekari grein fyrir þeim þáttum sem snúa mótvægisaðgerðum vegna mengunarhættu frá Baðlóni, auk þess að skilgreina þurfi betur hæðir húsa að teknu tillit til mögulegra flóðahættu úr Ytri Rangá. Nefndin óskar eftir fundi með umsækjendum og verði hann á næsta reglulega fundi. Sem geta sagt þetta, þess að gefa merki, það er samþykkt. Þá er það Stóruvellir, umsókn framkvæmdaleyfi til vegagerðar. Skipulags- og umferðarnefnd áréttar að útgáfa framkvæmdaleyfis byggir á því að framkvæmd sé í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir og að málsmeðferð, gagnaöflun og ákvarðanataka fara að lögum og reglum skipulagsmál og leyfisveitingar. Nefndi staðfestir að fyrirhugaður vegur er ekki sýndur á gildandi aðalskipulagi og ekkert deiliskipulag liggur fyrir áformin. Af þeim sökum telur nefndin ekki unnt að ljúka efnislegri afgreiðslu umsóknar framkvæmdaleyfi á þessu stigi. Umsókn framkvæmdaleyfi er tekið til umfjöllunar en afgreiðslu hennar er frestað þar til skýrt liggur fyrir nauðsynleg breyting á aðalskipulagi og eftir atvikum nánari skipulagsheimildir. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að undirbúa meðferð breytingu á aðalskipulagi vegna vegstæðis og leggja fram tillögu næstu skref í málun í samræmi við lögbundi ferli. Nefndin leggur ríka áherslu á að ítrasta samráðs verði gætt áður en tekið verður efnislega afstæða til skipulagsbreytingar og eða leyfisveitinga, bæði gagnvart landeigendum og öðrum hagsmunaaðilum og leita verði umsagna viðeigandi stjórnvalda og stofnana eftir eðli máls. Áður en máli kemur til efnislegrar afgreiðslu skal liggja fyrir fullnægjandi lýsing á framkvæmdinni, þar með talið lega og útfærsla vegstæðis, tenging við vegakerfi, áhrif á landnotkun og umhverfi, ásamt öðrum atriðum sem nauðsynleg eru til að unnt sé að leggja mat á samræmi við skipulag, öryggi og hagsmuni. Að undangenginni lögbundinni málsmeðferð, samráði og nauðsynlegum kynningum mun nefndin taka málið upp að nýju og meta hvort og með hvaða skilyrðum sé unnt að veita framkvæmdaleyfi. Getur sagt þetta? Það er samþykkt. Það er meðalda 6 umsóknum lóð. Nefndin hefur farið yfir umsókn aðila og leggur til við sveitarstjórn að vilyrði verði veitt fyrir lóðinni að því gefnu að breyting á deiliskipulagi gangi eftir. Jafnframt er litið svo á að umsækjendur falli frá umsókn sinni á lóðunum Kjaröldu og Lyngöldu varðandi sambærilega framkvæmd þar sem breytt deiliskipulag gerir ekki ráð fyrir 2 hæða byggingu þar. Og það er lagt til að tillaga skipulags- og umferðarnefndar að GG3 fái vilyrði fyrir lóðin í enda meðlöldi byggingar á fjölbíl og 2 hæðum með þeim fyrirvara að tillaga deiliskipulagsbreytingu verði samþykkt. Gert er ráð fyrir umsækjandi falli þá frá umsóknum sínum að lóðunum í enda Lyngöldu og Kjaröldu. Og það sem hér er til afgreiðslu er að veita GG3 vilyrði fyrir lóðinni með þeim fyrirvörum sem koma fram í bókuninni. Gerum svo líka. Já, ég tel að menn sé nú konur aðeins fram úr sig með þetta mál. Ég held að eðlileg stjórnsýsla sé hreinlega að klára þetta skipulag og síðan bara fara þessar lóðir í úthlutun. Ég átta mig ekki alveg á því, sko, það liggur ekki fyrir að þessi lóð sé til eða það sé heimilt að, já, hún er nú kannski til, en það sé heimilt að byggja þetta hús á henni og ég vil bara fara í þessu máli bæði út frá jafnræði og eðlilegri stjórnsýslu bara fresta þessari afgreiðslu þangað til að búið að klára þetta skipulag. Ég skil ekki alveg asan í málinu að vera með skipulag á frumstigi
og ætla svo að útluta lóðum sem að liggur ekki fyrir endalega hvernig mun líti út, sko. Ég held að okkur leiki ekkert af í þessu, það liggur fyrir vilji þessar aðalega til að byggja hann upp og mér finnst bara eðlilegt að klára að taka skref A fyrst og fara svo í að útluta lóðunum. Eins og fram kemur í tillögunum þá eru þarna fyrirvarar að deiliskipulagið klárist eða þessi breyting klárist á deiliskipulaginu og ástæðan fyrir því að þeir sækju vilyrði eru þetta bara einfallega svo að þá kemur ekki einhver annar og sækjur lóðina. Þeir hafa áhuga fyrir þessari lóð og að sækju vilyrði fyrir henni. En þetta gengur ekki gegn nema að breytingin á skipulaginu gangi í gegn. Gjörðu svo lengur. Já, ég vil bara taka það skýrt fram, ég hef ekki á móti uppbyggingu í þorpinu, svo það sé á hreinu, en ég get ekki sett með þessa stjórnsýslu og ef það á að afgreiða þetta svona, þá mun ég sitja hjá, ekki af því að ég hef eitthvað á móti því að það verði byggðar upp lóðir hérna, heldur af því að ég bara get ekki sett með þessa stjórnsýslu. Eru fleiri sem að vilja gera svo leitis? Já, oddviti fundamenn, ég ætla svo sem bara að tala fyrir því sama og Ingvar, ég mun sitja hjá við afgreiðslu á þessari tillögu eins og hún liggur þarna fyrir. Mér finnst þetta óeðlilegt og vísa þarna náttúrulega í reglur jafnræði og í rauninni finnst mér þetta mjög einkennilegt að láta einhvern aðila fá forgang að alveg sérlega góðu byggingalandi, þetta eru útsýnislóðir. Og af hverju má þetta ekki fara í auglýsingu til þess að gefa þá bara þeim sem eru hér nær okkur og búa hér á svæðinu og öllum þeim verktökum sem áhuga hafa á. Að kynna sér náttúrulega þá bara gögnin fyrst og sækja síðan ef að það er áhugi fyrir því hjá fleirum. Takk. Takk fyrir það. Ég vek athygli á því að verði þessi breyting sem ræðir hérna á deiliskipulaginu þá verður þetta til fleiri lóðir hérna sko. En þannig að það er ekki verið að loka á einn eða neitt í því fyrir utan það að það eru þó nokkuð fordæmi fyrir því hér að lóðum hafi verið úthlutað án skipulags. Menn að fengi vilyrði fyrir lóðum án skipulags. Ég ætla ekki að nefna neitt dæmi, ég get gert það bara þegar að fundi er lokið. En þannig að ég ætla bera þessi tillögu upp, þessi geta samþykkt þessi afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlega geðmerki. Hún er samþykkt með 4 ykkur á móti, 3 sitja hjá. Þá er þessari fundargerð, það er ekki búið. Nei, jú. Þá förum við Þá er hér fundargerð umhverfis hálendis og samgöngunefndar. Hún er lögð fram til kynningar. Þá er það liður 12 sem er markaðsmenningar og jafnréttismálanefnd og við tökum út úr henni eitt mál sem er Víkingurinn 2026 þar sem nefndin bókar. Víkingurinn er keppni sterkustu manna landsins og fer fram dagana 24. til 27. júlí. Keppni fer fram í 4 sveitarfélögum og er henni sjónvarpað á RÚV. Forsvarsmenn keppnina hafa óskað eftir gistiaðstöðu, einni máltíð og styrk upp á 250.000 krónur. Nefndin tók vel í beiðnina og samþykki fyrir sitt leit að taka á móti þeim en óskaði jafnframt eftir því ef af verður að myndskeið úr sveitarfélaginu fylgi útsendu efni. Nefndin getur aðstofað við að finna hentuga staði til upptöku eða jafnvel útvega myndefni að hluta til. Og er nefndin að samþykja þessa beiðni? Gerðu svo vel, Jón? Bara aðeins til skýringar gagnvart þessu erindi að þá er ekki búið að taka ákvörðun að Víkingurinn var svona haldin hérna þetta áður. Það er ekki búið að taka ákvörðun að hún verði haldin hérna með þessi 4 sveitarfélögum. Heldur það að við gefum kostu okkur til að halda hana og svo verða þeirra þá að taka ákvörðun að hvort þeir fallist á það ekki. Þá höfum við eða nefndin fullar heimildir til þess að vinna úr því ef að þeir vilja velja Rangá og Ytra
eitt af þessu 4 sveitarfélögum til að halda keppnina aftur. Þetta lukkaðist vel síðast og vakti haldið athygli á sveitarfélaginu og fleira. Þannig að þarna erum við að samþykkja að vera með í leiknum. Takk fyrir það, Jón. Vonandi velja þær bara okkur þeir sem geta samþykkt þessa niðurstöðu nefndarinnar. Gjörðu svo vel. Já, þetta er bara svo ég skilja rétt, þá verið að samþykja að styrkja 250.000 og svo taka móti ef þetta verður hér eða er bara styrkurinn ef þetta verður hér eða? Ég skil það svo að styrkurinn komi ekki til greiðslu nema þeir komi hingað og ég veit að það er til fyrir þessu inn í málaflokknum, menningarmálaflokknum. Þessi getur sagði þetta? Ha? Viltu bóka eitthvað sérstaklega? Gerðu svo lengur. Já, það er oft stóru málin sem að kalla mest umræðina. Við sáttum það ekki við áðan, en það er að segja kaltæðnin átti ekki við áðan. Ég bara velta fyrir mér, ég var ekkert á móti þessu og er bara fínasta mál og þetta getur við ekki athygli á sveitarfélaginu og allt það og væri bara fínt PR og hvað sem menn geta sagt um það. Bara spá hvort við eigum ekki að nýta við bara samþykkt samhljóða og að fela sveitarstjóra þá að vinna með umsóknaraðilum ef til þess kæmi að eitthvað, þannig við séum ekki búin að samþykkja bara eitthvað, það þarf líka að finna út úr því hver á að vinna þetta. Já, bara ef þessir aðeins koma, þú veist, ég hef ekkert, ef þetta er til á áætlun fyrir 250 skalli undir málaflokki markas- og menningarmála og ein máltíð pottréttur er ekki stór kostnaður og bara fínt að fá að sofa í einhvern skóla. Ég hef ekkert á móti þessu, bara að það sé allavega svona eitthvað næsta skref. Takk fyrir það, Ingvar. Ekki bóka þetta svona eitthvað í takti það sem Ingvar var að segja. Ég náði nú ekki öllu, en Ingvar ætlar allavega að elda pottréttin og það er fínt. En við förum þá bara í fundargerðina öðru leyti, þess að geta staðfest hana vissulega merki, hún er staðfest. Þá var að fundargerð 8BS, 47. fundur. Þar vorum við með tillögu að við myndum óska að við tökum undir óskir undir bókun stjórnar Odda varðandi verðlaunin sem að grunnskólinn Höllu fékk daginn og óskuðum til hamingju. Við getum orðað það á eftir þegar við göngum frá fundargerðinni, en allavega við tökum undir bókun stjórnar, sammála því. Að öðru leyti er fundargerðin undir. Hún er staðfest, já, þá er það fundur framkvæmd og eignarnefndar og það er hér þar sem að við vorum að ræða áðan varðandi fyrirspurn númer 9 minnum mig, áðan sem kom fram varðandi hvenær við getum tekið skólan í notkun og nefndi bókaði að framkvæmdum innanhús verður að mestu lokið páska, samhliða verður unnið að bráðabirgða leikskólalóð og öðrum lóðafrágangi. Gert er ráð fyrir að leikskólinn geti hafið störf í nýju húsnæði 14. apríl og mötuneyti samhliða. Og jafnframt er gert ráð fyrir að leikskólastofa grunnskólans geti flutt á svipuðum tíma. Ég ætla að gera tillögu minna að við bara kópurum þessa bókun undir svar. Þarna númer 9, fyrirspurn númer 9. Öðru leyti opnaði fyrir umræðu fyrir fundargerð framkvæmd og eignarnefndar. Og svo er hér áskorun frá Siglingasamband Íslands. Já, það var við þurfum að staðfesta það að ganga til samninga við lagsbjóðanda
það er ekki nóg að bóka að sveitarstjóra verið falið að ganga frá samningi. Við þurfum ég ætla að leggja til að við myndum orða þetta þannig að sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga á lagsbjóðanda. Er þetta eitthvað flóknar en það? Og sveitarstjóra falið að undir þetta samning. Svo geta samþykkt það sem leggja merki. Það er samþykkt. Þá held ég að við séum að sækja, hérna eru nokkra fundagerðir til kynningar. Það er félags- og skólaþjónustan og það er fundagerðir stjórnar SÍS og heilbrigðiseftirlits og fundabóð aðalfund Lánasjóðsins og Visit South Iceland og áskorun frá Siglingasambandi Íslands. Þetta er kynningar. Þá held ég að við förum bara að ljúka þessu. Þannig að ég ætla bara að segja að frá þessum fundi slitið og rjúum útsendingu. Thank you.